Þannig að við síðan þegar við ég held að hann bara verið þannig sko þegar hann var svo feginn að sko svo fer hann út aðeins á undan og við restina af bandinu ætlum síðan bara að fá spreyta okkur saman og þá held ég að hann hafi bara Já, hann vildi ekkert við ykkur kannast. Nei, ég held ekki, nei, hann fór að spila bara í einhverju pappabandi og fór að vinna í hvort hann fór ekki að vinna á bara einhverju dýragarði. Ég skil. Hann moka út úr ljónabúrinu og sagði ekki meir. Ég skil. Ekki meir. Já, það getur verið að þetta hafi verið eitthvað. Já. Öðruvísi en svona er þetta alltaf í minningunni. Svona já. Það er þetta í minningunni. Svo Tómas heldur sig áfram þarna úti líka, já, kominn aftur út 74-5. Ég er bara heima að spila. Þá varst þú að spila með hverju? Það með alls konar. Bara öllum sem bara? Já, ég var að spila. Já, þú og ég. Í stúdíu, ég var að spila með leifunum að Brimkló. Brimkló, já, veitu hvað hér það? Mexíkó, já. Þar á undan hafði þessi hljómsveit Stólar sem var hérna, það var Sigurður Árnason og Ólafur Garðarsson sem hafði verið í Náttúru og ég og Gylfi Kristins. En það, einhvern veginn það, ég veit ekki hvað það var eiginlega fólki, það var skemmtilega að æfa í æfingarplássinu heldur en að vera að spila. Heldur en að vera, já. Ég veit ekki hvað, hún datt bara fyrir bara... Hún bara sjálfhætti? Já, sjálfhætti einhvern veginn, sko. Svo... En Mexíkó, ég man eftir þeim í... Það var bara eiginlega eins og... Brimkló með... Andli Sigurbjörns eða? Brimkló með einhver Bjögga. Það var Andli Sigurbjörns og Bjarki. Bjarki, Tryggva var að massa. Hann var eiginlega... Hann sögði. Já. Svo bara... Brunaliðið. Já, svo... Þú ert mikið í svona... Þú ert svona eiginlega fyrsti sessjónmaður, svona alveg sessjónmaður. Spila með hinum og þessum. Já. Spilar á mörgum þessum plötum sem eru í gangi. Þú spilaði með Magga Ingimars. Já, ég spilaði eiginlega flest sem hann gerði, sko. Hann var mjög busy að spila hérna. Hann var með svona hljómsveitarstjóri. Það voru þessar gamla hérna, ég gæti lesi hljómablað og svona aðeins svona nótur og svona semlega hljótur áttan eða þá. Þetta var svona gamli SG-stíllinn að það var bara hóað menn bara svona klukkan 10 morgun og svo bara byrjað og svo var bara strömmað platan, Silfurkórinn eða hvað sem þetta var, það var bara strömmað inn bara á einum degi og borgað eftir. Eftir texta bara? Texta, það var ekki, svona ekkert verið að neitt og það þurfti að vera býstna alvarlegir nökrar til þess að... Já, til að það var endurtekið? Það var endurtekið. Já. Þannig að þú ert í svona hin á þessu? Já, hin á þessu. Svo gerir þið Tussana? Svo fara stöðmenn af stað, sko, 75. 74? Nei, 74 er það, þá kemur Valgeir í heimsókn til Jakobs, held ég, til London, þar sem Jakob var og þeir gera bara svona í Bríarík, gera tvær litla plötur sem að hérna Ámundi gefur út. Það er hérna Honey Will You Marry Me og það er bara þeir... Myndin af dýrónum þarna? Þeir tveir, nei það er seinna. Þetta eru bara litlar svona plötur sem að verða síðan sko bara vinsælar í útvarpinu og það seldust nú ábyggilega ekki neitt en það var bara vinsælar í MH og svona ekki mjög langt liðið frá stöðunum og þetta hérna fær það góðan hljómgrunn að það er ákveðið sko að gera stærri plötur sumarið að voru, já bara nokkur mánuðir seinna voru 75 en þá var ég ekki með, ég var þá bara á vertíð í að reyna að græða einhvern pening. Þú var bara sjómaður? Nei, ég var ekki sjómaður, nei, ég var í landi, ég þorði ekki sjóðinn, ég var á vertíð í Vestmannaeyjum. Já, bara í frystihúsinu það? Bara í frystihúsinu. Og vinnaðir almennilega? Já, var eitthvað, hérna,
hélt að það væri leiðin til að eignast eitthvað pening, en það reyndist nú ekki vera. Kaupmátturinn var svo skelfilega lágur að þótt maður inni, og kaupið svo lágt sko, þótt maður inni alveg myrkran á milli langt fram á kvöld. Skipti engu máli. Að þetta var ekki neitt. Skipti engu máli. Já, ég segi það ekki, þetta var mjög, kaupið var náttúrulega hræðilega lágt og kaupmátturinn lítill, en ég spilaði síðan sko þegar svo fór ég í bandi sko, það þurfti einhverja, fyrsta stöðvanarplatan spiluð það mikið af sessjónunum. Úti í London, já. Í London, það var Chris Bedding sem spilaði þarna á gítar og hinir og þessir. En þú spilaði nú eitthvað á þessu? Nei, ég spilaði ekkert á henni. Nei. Ég spilaði á Tivoli-plötunni sko fyrst, eftir, en þá var ég búinn að spila sko, þá var búið að túra með sumarið sko, með efnið af. Af hinni plötunni og þú með þá? Fyrstu plötunni, já. Þá var ég svona komin inn í bandið og spilaði svo sumarið 76 á plötu númer 2. Nei, það var, Tivoli, hvað fjandan, nákvæmlega hvenær stöðnar hættu, en það var allavega, skaraðist ekki mikið með þannig þursaflokkurinn. Það hlýja þarna frá 70 og frá áramótunum held ég, 76-7. Þá tekur þursaflokkurinn við og þá voru svona afturgamlur vinnubröðin sem maður hefði ekki kynnt sko að vera og æfa endalaust og æfa stoppinn og þið, sem sagt, þið spilum mikið í menntaskólunum og skólum og svona það var algjör. Spilum bara tónleikum? Bara tónleikarhljómsveit, sko. Það var mjög... Og þú varst alltaf með þennan gítar? Þetta var einn gítar. Þetta var gítarinn? Þetta var einn gítar. Og þitt sound svolítið, maður heyrir það á gamlu plötunum? Eflaust sko, ég heyri nú samt ekki svo glöggt sko, sem maður notaði nú fleiri. Ég átti svona þegar að leið á þursaflokkinn þá vegnaðist ég nú Stratocaster. Já, og verða að nota hann? Gítar sem ég notaði töluvert líka. Ég heyri nú ekki, getur nú ekki sagt alveg til það hvað ekki, já, og svo átti ég þriðja gítarinn sem var sé selbið. Aftur það var svona svartur, hvað hét hann? Það var eins og Ventjús höfðu notað. Það var svona handsmíðaður einhver svona mjög skrítinn amerískur. Þannig að ég hef nú alltaf á því að soundið sko elti manninn frekar gítarinn sko. Maður getur einhvern veginn ekki losað sig við. Það var það sem ég fannst það eina skipti sem að ég keypti mér svona magnara sem magnara sem var með held ég 300 prísettum. Svona ekki lagi á fyrir mjög fín svo sem magnari sem ég keypti í tónastöðinni fyrir nokkur mánuð síðan og mér fannst þetta alveg æðislegt að gastu svissað á voksmagnara og svona magnara og hinsegin magnara og svo var ég búinn að tjúna þetta til og var alveg hæst ánægður með soundið sem ég náði en svo sagði ég, heyrðu, býttu nú við, þetta eftir allt þetta er búinn að snúa 100 tökkum í hálfan dag og ég kom með nákvæmlega sama soundið eins sem ég var með í magnarinu sem ég hægt að nota og þá setti ég hann í skottið og fór, eða skömmu síðar þá fór ég og seldi hann aftur þegar ég gafst upp, það er ekki þetta að breyta. Nei, þetta liggur í puttanum. Svo bara gítarinn, hann er svona ákveðin framlenging, hjálpar manni vel textur.